Komið sæl og verið velkomin á leiðsögnum sýninguna Eilíf endurkoma hér á Listasafni Reykjavíkur á Kjarvalsstöðum. Á þessari sýningu þá sjáum við verk Jóhannesar Kjarvals, listmálara, sýnd í samhengi og samtali við verk samtímalistamanna sem eru allir starfandi í dag. Kjarval útgangspunkturinn í sýningunni og hún hverfist verk hans og hugðarefni, en hér hann settur í þetta samtal samtímalistarinnar. Og við veltum fyrir okkur þætti Kjarvals í íslenskri listasögu, hvaða áhrif hann hefur haft og hvernig þau áhrif birtast. Verk samtímalistamannana þau eru sum hver unnin gagngert með Kjarval í huga, en önnur eru öllu heldur svona ákveðin tilgáta tengsl, hvort sem að tengslin birtast í sama eða svipuðu myndefni, litanótkun, efni, hugmyndum eða öðru. Ég ætla að ganga hérna með ykkur sýninguna og staldra við valin verk og segja ykkur nánar frá þeim. En nú erum við hérna stödd við verkið Kritík sem er stærsta verk Kjarvals sem hann vann til þessa. Hann byrjaði á því árið 1946 og það var nokkur ári vinnslu. En módelteikning var ansi fyrirferða mikil á námsárum Kjarvals í Kaupmannahöfn. En þetta var í fyrsta sinn sem hann vann módelteikningu eftir lifandi fyrirmynd síðan þá. Í þessu verki má greina skarpar andstæður. Maðurinn sem við sjáum, hann mótaður eftir ströngustu reglum anatómíunar. Stingur í stúf við aðrar fígúrur verksins sem eru tvívíðar, teiknaðar með hvítum útlínum. Húð mannsins, hún dökk og hraunkennd sem gerir hann heldur framandlegan. Og við sjáum hvíta veru sem sveiflar svipu, par dansar og verurnar með spjótin stika áfram, teningurinn snýst í loftinu og svo spriklar fiskur í hendi mannsins. Táknmál þessa verks flókið og persónulegt og það má finna í því trúarlegar skírskotanir. En helsta viðfangsefni verksins tilvistarlegar spurningar listamannin. Hvað það að vera listamaður, hann þarf að hafa í sig og á, en hann þarf einnig stanslaust að sæta gagnrýni annara og sjálfsgagnrýni fyrir verk sín. Og hann á lífsafkomu sína undir listinni. Hinum einn á þessum vegg sjáum við svo verk eftir Sigur Guðjónsson sem þekktur fyrir vídeóverk sín. Hann notar miðilinn í verk sem að fanga áhorfendan gegnum ryþma og endurtekningu og tengja mynd og hljóð. Hér sjáum við nakinn mannslíkamann dans gólfið, brakar í gólfinu. Maðurinn setur sig í stellingar sem eru notaðar þegar að verið að teikna mannslíkamann í teiknitímum. Og verk Sigurðar eru oft hæg og í þeim felst gjarnan svona vélræn endurtekning. En þau vaksa líka gjarnan þegar maður staldrar við þau og fyrir að skynja fleiri þætti. Hér sjáum við verk eftir Kjarval sem nefnist Fyrstu tunglfararnir. Hér hefur Kjarval ef til vill verið innblásinn af geimkapphlaupi 7. áratugurins, en þetta verk unnið á árunum 1960-65 og ber þennan titil Fyrstu tunglfararnir. Efst í myndfleitinum sjáum við verur dansa í náttúrunni, en annars það forgrunnurinn sem tekur upp allan myndflötin og það þessi úfna náttúra, þessi mosasvörður sem við sjáum. En hann Hrafnkell Sigurðsson myndlistarmaður sem vinnur með ljósmyndamiðlinn og hefur lengi unnið verk sem birta eða skírskota í landslagið. Hann vinnur mikið úti, tekur myndir úti, en í þessu tilviki þá á það ekki beint við. Vegna þess að hér tekur hann ljósmynd sem hann finnur á vef NASA, geimferðastofnunar Bandaríkjanna, af endimörkum heimsins. Það segja myndir sem hafa verið teknar með Hubble geimsjónaukanum. Og Hrafnkell tekur síðan þessa myndir og vinnur þar til í myndvinnsluforriti og það myndvinnslan sem færir honum þessa liti og form og óneitanlega vinna þessa myndir á yfirborð hrauns og mosa.
En hér í miðju sýningarýminu þá höfum við verk eftir Kjarval og Ólaf Elíasson í samtali. En Kjarval, hann hafði komist í kynni við kúbisma í London þegar hann var þar í kringum 1911 til 12. Og þau verk sem hann vinnur í kjölfarið eru óhlutbundin. Það er að segja við sjáum hvorki persónunni landslag, heldur eru verkin byggð upp á litum og sundurgreinandi formum og uppbroti sjónarhortsins. Og verkin sem við sjáum hérna utan á þessum kubb, þau eru frá þeim tíma, sirka frá 3. áratugnum. Og formgerð verkana er að jafnaði tilbrigði við sama stefið, við sjáum tigla og ferninga í flatarkendu mynstri. En Ólafur Elíasson, hann er eitt þekktasti listamaður samtímans og verk hans koma í öllum stærðum og gerðum. Hann er ekki síst þekktur fyrir stórar innsetningar á almenningssvæðum, arkitektur, samanber glerhjúpin og hörpu, listfræðslu og málefnum sem koma að sjálfbærni og loftslagsmálum. En list hans er mikið til knúin áfram af áhuga á skynjun, hreyfingu og það sem samin er verk Ólafs og Kjarvals er samhljómur hugmynda íslenska náttúru og skynjun á umhverfinu. Þetta verk hér eftir Kjarval, Land og loft, er frá því seinna á ferlinum, frá því 1965. Og þetta verk er ólíkt fyrri abstrakt verkum hans á þann hátt að myndrýmið að býr yfir dýpt. Hrynjandi verksins næst fram að því að spila á andstæður léttra og ljósra og dökkra og þungra lita. Og það er líka spenna á milli lítilla, einfaldra forma og stórra samsettra forma. Og þetta flókna samspil lita og lóðrétta og láréttra lína, það býr yfir hreyfingu en líka jafnvægi. Hér sjáum við verk eftir Einar Garibalda ásamt Fjallamjólk Kjarvals. En Einar Garibaldi hefur unnið með arfleifð Kjarvals og annara landslagsmálara lengi. Hann hefur tekist á við tákmynd Kjarvals af innsæi og virðingu með því að nota eigin viðhorf og verklag til að skilgreina stöðu brautryðjandans í huga yngri kynslóðar í myndlistinni. Og hér sjáum við verk sem var unnið sérstaklega fyrir þessa sýningu. En Kjarval hefur verið honum hugleikinn langan tíma og í þessum verku þá sjáum við titla á lykilverkum Kjarvals birtast. Og hér fjallar Einar þessa baráttu og samlífið við fortíðina og það sem á undan er gengið. Hér sjáum við svo verk eftir Kjarval sem hann nefnist Heiðþurrkur eftir Heklugos. En Kjarval byrjaði á þessu verki árið 1947 þegar það gaus í Heklu í fyrsta skipti yfir 100 ár. Þetta er eitt af þeim verkum sem var mjög lengi í vinnslu. Hann kláraði það ekki fyrir 20 árum síðar þegar hann var kominn með vinnustofu í Sigtúni og tók aftur að vinna við verkið. Kjarval upplifði þarna eldgos í eigin samtíma og fór þarna á vettvang og málaði það sem að fyrir bar. En Ragnar Róbertsdóttir, hún notar í verkum sínum jarðefni frá þessum slóðum þar sem hún fer að rótum Heklu, safnar grjóti, vikri og í öðrum verkum sínum þá notar hún gjarnan torf og önnur náttúrulega efni. En í þessu verki þá notar hún Hekluvikur sem hún hefur safnað þetta í nágrenni fjallsins. Hún hreinsar vikurinn, síjar og viktar og hellir honum síðan ofan í þessi gler. Þannig að vikurinn myndar landslag eða sjóndeildarhring. Þannig að hún nær með þessu að temja náttúruna og beislana í verkinu sínu. Hérna sjáum við verk Kjarvals og Kristjáns Guðmundssonar. En í myndlist Kristjáns þá mætast hugmyndalist og mínimalismi sem að verða að hreinu og skáldlegu myndmáli. Hérna sjáum við verk eftir hann sem að heitir Lengsta nótt á Íslandi. Þetta verk var sýnt á Feneyjatvíæringnum árið 1982
og þar sýndi hann önnur sambærileg verk þar sem hann túlkaði lengstu nótt í Feneyjum, stysta dag á Íslandi og svo framvegis, þar sem hann túlkar tíman og myndgerir hann í teikningu. En verk Kjarvals aftur á móti er Júnínótt á Þingvöllum og er landslagsverk málað á einum ástkærasta stað Kjarvals. Þannig að hér í þessu samtali höfum við lengstu nóttina og þá stystu. Páll á Húsafelli, hann læriði höggmyndalist við Listaháskólann í Köln, en myndlistaráhugi hans kviknaði snemma þegar hann fekk að fylgjast með listmálarum að störfum sem kom í heimsókn til Húsafells þar sem hann ólst upp í Borgarfirði. En Páll hann hefur helgað listinni líf sitt og vinnur flest verkin sín á Húsafelli þar sem hann býr og hann sækir efniviðin sinn nánast eingöngu í bæjargilið á Húsafelli. Og hér mótar hann sem sagt andlit og persónur í grjót sem hann finnur og í þessu verki Kjarvals sem við sjáum hér, Ygglibrún, þá er það öfuga upp á teningnum. Það er að segja Páll, hann dregur andlit og svipi út úr náttúrunni en Kjarval, hann teiknar náttúruna og landslagið inn í viðfangsefni sitt. Nú erum við komin hingað yfir í Austursal hússins hér á Kjarvalsstöðum. Á móti manni taka hér verk eftir Eggert Pétursson sem hefur frá því seint á 9. áratugnum vakið athygli fyrir málverk þar sem hann sækir innblástur í Plönturíkið. Og hér vinnur hann verk sem er beint innblásið af verki eftir Kjarval. Þetta er eitt af þeim verkum sem er gagngert unnið með Kjarval og hans verk í huga. Og verkið sem varð innblástur Eggerts er hér við hlið þess blómaandlit eftir Kjarval. Og við sjáum hérna í þessu blómaandliti prófíl manns og höfuð hans er fyllt af blómum. Og við sjáum glitta í lítið blóm sem svona stingst út úr nefbrotinum á manninum. Og ef við rýnum í verkið hans Eggerts, að þá sjáum við þetta sama andlit og þessi sömu blóm og þetta litla blóm sem stingst út úr nefbrotinum á manneskjunni. Við sjáum það birtast í myndfleitinum hjá Eggert. Hér í þessum hluta salarins sjáum við verk Kjarvals í samtali við vídeóverk eftir Steinu sem er alþjóðlegur frumkvöðull á sviði vídeólistar. En hún ásamt eiginmanni sínum út í Vasulka var mikill frumkvöðull og þau eru talin meðal merkustu tilraunaลิstamanni heims og eru frumkvöðlar á sviði vídeólistar. Og verkið sem við sjáum hér eftir Steinu heitir Lava and Moss eða Hraun og mosi og hér birtir hún hraun og mosa sem var óneitanlega eitt af aðal viðfangsefnum Kjarvals í hans list. Hér birtir hún það með hljóði og mynd í þessu vídeóverki. Og með verki Steinu þá standa nokkur verk Kjarvals þar sem áherslan er á hraun og mosa. Og við sjáum hraun og mosabreiður sem Kjarval var einmitt svo þekktur fyrir og tók sér gjarnan fyrir hendur sem myndefni. Hérna sjáum við verk eftir Katrínu Sigurðardóttur en hérna sem sagt kallast á heimahagar hennar og heimahagar Kjarvals. Þetta verk eftir Kjarval nefnist einfallega heimahagar. Og hér er hann sem sagt að mála heimahaga sína á Borgarfirði eystra. Þetta var fyrsti málaraleðangur hans á æskustöðvarnar í rúm 20 ár. Og hann málar þarna fjallarhringinn umhverfis Borgarfjörð.
frá víðu og háu sjónarhorni, þar sem hann horfir yfir fjörðin, haf og land mætast og ef maður rýnir vel í myndina þá sér maður nokkur hús með rauðum þökum sem að svona kúra undir fjallinu við sjóin. En verk Katrínar það liggur hér á gólfi og í raun ferðataska sem að hefur verið pakkað upp úr. Hún Katrín vinnur skúlptúra og innsetningar og rannsakar gjarnan hvernig skynjun okkar háð rými og hún kemur með svona óvæntar breytingar á hlutföll þannig að við fáum að sjá svona veröldina í pínu nýju sjónarhorni. Og hér hefur hún sem sagt smættað sína heimahaga niður í þessa ferðatösku sem hægt að taka með sér hvert sem Og það sem við sjáum hér eru garðar í nágrenni heimili hennar í gegnum tíðina á Íslandi og erlendis. Hér á endavegnum þá sjáum við málverk sem eru eftir Ragnar Kjartansson. En foreldrar Ragnars unnu bæði í leikhúsinu og æskan hans litaðist töluvert af því. Það að segja þykjast og sviðsetja eru ansi veigamikli þættir í listrænni tilraun hans til að miðla tilfinningum af einlægni og veita áhorfendum ósvikna upplifun. Og hér í þessum verkum þá það ekki endilega loka verkið, það að segja málverkin sem að skipta höfumáli, heldur það gjörðin við að búa til verkin. Hann fer hérna út í náttúruna og setur sig í spor Kjarvals hvað vinnuaðferð varðar og það að segja gjörðin og gjörningurinn við að mála verkin úti við verður mjög stór hluti af listsköpuninni. Hann gerir þessi verk úti í snjó, úti í eldhrauni, þar sem að Kjarval málaði mitt gjarnan. Og úr varð þessi sería málverka sem að við sjáum hér. Og hérna sjáum við síðan verk eftir hann Egill Sæbjörnsson sem að taka hérna upp þennan hluta gangsins á Kjarvalsstöðum. En verkin eru skartgripir, tröllaskartgripir sem að Egill hefur unnið í samstarfi við félaga sína Úk og Bókar sem að eru tröll sem að hafa fyllt agli núna í töluverðan tíma og eiga stóran þátt í hans listsköpun. Þessi verk eru unnin á dálítið grófan hátt og eru sem sagt hringar, nælur, hálsfestar og annað skart fyrir tröll. Og málverk Kjarvals sem við sjáum hér sem sagt portrett af systrum, kallast Systurnar á Stapa og sýnir systur sem að byggu á Arnarstapa á Snæfellsnesi sem að Kjarval þekkti vel. Og hann hafði áður gert aðra útgáfa af þessu verki og hefur sem sagt málað þessa systur nokkrum sinnum. Og í þessu verki þá sjáum við dálítið glögglega hvernig lifandi fyrirsætur breytast og þróast í meðförum Kjarvals. Hann vinnur mynd eftir mynd af sama mótífinu en hverja á sinn hátt og ljáir þeim nýja merkingu. Og í þessu verki þá verða systurnar óneitanlega dálítið breiðleitar og hárprúðar. Þær eru með ýkta andlitsdrætti og línuteikningu í hárinu sem að veitir þeim dálítið ójarðneskan blæ og í samtímanum þá verða þessar systur dálítið tröllslegar. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að hafa fylgt mér í þessari leiðsögn og vona þið hafið notið.